Enn sagði Jesús við lærisveina sína: Maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var honum sagt að ráðsmaðurinn sóaði eigum hans. Ríkimaðurinn lét kalla ráðsmanninn fyrir sig og sagði við hann: Hvað þetta ég heyri þig? Gerðu grein fyrir störfum þínum, því að þú getur ekki verið ráðsmaður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá við sjálfan sig: Hvað á ég að gera fyrst húsbóndi minn sviptir mig ráðsmennskunni? Ekki orka ég að grafa og skömm þykir mér að betla. Nú sé ég hvað ég geri til þess að menn taki við mér í hús sín þegar ég verð sviptur ráðsmennskunni. Hann kallaði nú á skuldunauta húsbónda síns hvern og einn. Við þann fyrsta sagði hann: Hve mikið skuldar þú húsbónda mínum? Hann svaraði: 100 kvartíl viðsmjörs. Hann mælti þá við hann: Tak skuldabréf þitt, set þig niður og skrifa sem skjótast 50. Síðan sagði hann við annan: En hvað skuldar þú? Hann svaraði: 100 tunnur hveitis. Og hann sagði honum: Tak þú skuldabréf þitt og skrifa 80. Og húsbóndinn hrósaði svikula ráðsmanninum fyrir að hafa breytt kænlega, því að börn þessa heims eru kænni í skiptum við sína kynslóð en börn ljóssins. Og ég segi ykkur, notið hinn rangláta mammón til þess að eignast vini sem taki við ykkur í eilífar tjaldbúðir þegar hann uppurinn. Sá sem trúr í því smæsta einnig trúr í miklu, og sá sem ótrúr í því smæsta og ótrúr í miklu. Ef ekki hægt að treysta yður fyrir hverfulum auðæfum, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef ekki hægt að treysta yður fyrir eigum annara, hvernig getur Guð þá treyst yður fyrir því sem hann ætlar yður að eiga sjálf? Enginn þjónn getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammón. En faríseiarnir sem voru menn féggjarnir heyrðu þetta og gerðu gys að Jesú. En hann sagði við þá: Þér eru þeir sem réttlæti sjálfa yður í augum manna, en Guð þekkir hjörtu yðar. Því það sem hátt að dómi manna viðurstigð í augum Guðs. Lögmálið og spámennirnir ná fram til Jóhannesar. Þaðan í frá flutt fagnaðarerindi Guðs ríkis og hver maður vill ryðjast þar inn. En það auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en einn stafkrókur lögmálsins falli úr gildi. Hver sem skilur við konu sína og gengur að eiga aðra drýr hór, og hver sem gengur að eiga konu sem skilin við mann, drýr hór. Jesús sagði þeim þessa dæmisögu: Einu sinni var maður nokkur ríkur klæddist purpura og dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður, hlaðinn kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann seðja sig á því fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann: Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði: Minnstu þess barn að þú hlaust þín gæfi meðan þú lifðir og Lasarus böl á sama hátt. Nú hann hér huggaður en þú kvelst.
Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir héðan vildu fara yfir til yðar geti það ekki, og eigi verður heldur komist þaðan yfir til vor. En hann sagði: Þá bið ég þig, faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, en ég á 5 bræður, til þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvalarstað. En Abraham segir: Þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hinn svaraði: Nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, mundu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann: Ef þeir hlýða ekki Móse og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast þótt einhver rísi upp frá dauðum.